Ég bara 35 ára kona sem elskar að hlaupa. Bara endalaust. Þetta gerir bara eitthvað svona fyrir mig andlega, sko. Þetta bara framtíðin mín. Mér langar að vera atvinnumaður. Eftirtaldir styrktu gerð þáttanna. Arnarlax, Vesturbyggð, Oddi HF, Vestri EHF og Norrland Air. Vinna? Nei, hæ. Það slá ekki hæ. Hvað segir þið? Já, bara gott vinur minn. Er þetta lagið? Ertu ekki bara að læra þetta? Jú. Já, ég svona eitthvað aðeins að pæla í þessu. Vilt þú ekki bara syngja það? Ég og þú. Nei, ég tek þetta tilbaka. Þetta hljóma ekki að þetta. Já. Hvað segirðu? Hvað erum við að fara að gera? Veistu eitthvað? Á ég að sína hvað ég er búin að skrifa? Ég hef aldrei séð að gera tossaleg staður. Grill, kol, lamp. Bjór. Já. Þessi tómur. Gas, hnífur, skurðabretti, pensill, skálar, gastrobakkar. Tork, hvað er að gera með það? Hvað er að fara að elda? Ekki pása. Tuska, filma, panna, lópapeysa. Hvað er lópapeysan? Bíldudal. Grunaði það. Það er engin matur á þessum lista, sko. Það er lamp. Það er lamp. Ertu með lampið? Já. Hvað er veistu lamp? Herðu þið, við fengum lamp frá Kjarnafæði. Þetta fína, fallega lamp. Ok. Sér alið á fjöllum. Aha. Akkurat, svona með... Og ég geta svolítið af kóríander sem passar í takói. Já, einmitt. Já, við ætlum að gera takó. Við ætlum að gera takó. Við erum nú búin að ákveða það. Já. Er þetta heilt lamp? Yes. Á teini. Hefur þú einhvern veginn gert lamp á teini? Nei. Það getur ekki verið flókið. Þetta er bara eitthvað svona. Hvað þarf þetta að vera lengi? Mér skildi þetta sér svona 3-4 tímar. Hvað klukkan? 11. Já. Og strákarnir komum að klukkan 6. Já. Og við erum eftir að kaupa mat. Það myndir að fara í búð. Og keyra sig inn í ringi í svona 3 klukkutíma að ná í allt því sem þú hefur gleymt. Rétt. Ok. Two-way taco. Two-way taco, já. Er það ekki? Jú. Eða three-way. Mátt þú ráða einni og ég einni eða? Ég held að það væri bara... Væri það ekki eitthvað? Ertu með bjórinn? Ég er með, já. Kekka hann ekki honum. Nei, þú myndir eftir honum. Hann kom frá Ísafirði, bara, beint úr dokkunni í morgun. Já, hvað ertu með mikið af bjór? Svona uppskildu klúður á lampinu? Einn á mann, 2 á mann. Já, ok, gott. Nei, 3 á mann, eitthvað. Ég fer ekki í þessu orustu á hans að hafa með majónes, sko, það er alveg að hreinu. Ef það er eitthvað sem ég þekki þig, þá var það að þú ert sennilega mesti majónes lover sem ég þekki. Elskar majónes, alls konar majónes. Chili mayo, vegan mayo. Þannig við þurfum það og ertu með eitthvað svona krydd og eitthvað svona? Erum við alveg á núlli eða? Já, við erum á núlli. Og við erum að fara að elda bara eitthvað út á túnni? Já, já. Ok, þetta er áhugavert. Þetta er matreiðslu þáttur, er það ekki? Já, þetta er svona. Þetta er mannlífsþáttur. Þetta er mannlífsþáttur. Já, ok. En við þurfum kóríander, við þurfum slatta af því. Já, kóríander. Já. Og við þurfum lime, 100%. Við þurfum salt og pipar, er það ekki alltaf solid? Jú, salt og pipar. Og hvaða sósur eru? Þú veist, þú varst að tala um chili mayo. Já, ég er með chili mayo fyrir mig. Aha. Hvað ætlar þú að setja í þína? Nú, mayo? Já. Og salsa? Í salsa. Í salsa? Megum ekki hugsa þetta of mikið, sko? Ég held ekki. Ég held að þetta kom í búðinni, sko.
Ég svo spenntur að sjá hvað í matinn. Ég hef svona grófa tilfinningu fyrir því hvað í matinn. Ég hef engar áhyggjur. Ég held að þetta sé að verða nokkuð gott, sko. Förum bara í búðina. Ég slekk bara á þessu hérna og við förum í þetta. Nei, það er kannski hjálpar. Takk til þetta. Já. Þetta er Ég tek eitt. bara þannig að... Ég þakka bara við. Já, 3. Ótrúlega. Er ekki 1,5. 1 og 1? 1 og 1. Já, 2 svona. 2 svona. Ótrúlega góður í því. Hvítlaugur. Það eru 32. Hálfpappír. Þetta er kominn. Þá erum við komin í Moskva í Mosfellsdal í þetta líka fína þak í þessari geggjuðu rigningu. En tilefnið er fyrsta æfing, haustæfing fjallabarara og þá væntanlega gestur þáttarins. Já, komið sæl. Minn kæri vinur, Já. Halldór Gunnar Pálsson. Stöðu velkomin. Já, þakka þér. Gaman að segja þig. Planið er að við ætlum að mixa taco, eins og hérna hefur komið fram, fyrir vinn okkar í kórnum. Þú komst með þessa frábæra hugmynd að grilla lamb á teini. Yes. Og við hefum báðir gríðarlega reynslu í því. Já, þetta er sem sagt okkar fyrsta skipti, beggja. Hún verður bara hér á teipi. Yes, hún verður dokumentuð. Þannig ég er rosalega spenntur að, þú veist það, en áhverju veit það ekki, að ég var að læra kokkinn. Já. Og mér finnst þetta rosa gaman. En fyrsta sem við þurfum að gera er að kveiki í þessu. Jeppa. Og ert þú með kveikira? Það sagði enginn að ég ætti að koma með kveikina. Þú ert að fara að grilla. Hefur ekki bara að hella þessu út í? Ég veit það ekki. Hver veit það? Já, pröfum þetta. Já, sjá hvað þetta er falleg. Þetta sé ekki komið fín. Svona. Setur nóg að þessu. Þetta er rosalega falleg. Það hlýtur að vera eitthvað svona. Gerir maður ekki fyrst eitthvað svona fjall og ítir í svo til hliðar, eða? Þú er ekki hugmyndið það. Það verður allavega matur. Það verður matur. Þetta er svo mikið af svona ofurgrillerum í dag. Svona, hefur ekki séð á, út mat, svona grillnördar. Já. Já, nú fussa þeir og sveigja. Það er meiri vitleysingarnir. En það er bara alveg hárið rétt hjá þér. Já. En maturinn verður góður. Það er ekkert víst að þetta kliki. Já, mér líður eins og þetta sé ekki rétt. Ég held sko að við hefum átt að setja svona haug og svo dreifa úr honum, sko. Það sem ég sagði. Þú ert nú meira. Hefum að gera það? Það er enginn að taka myndir að þessu, það. Já, þetta er flott maður. Ná, þetta er flott. Þetta kemur hjá okkur. Herðu, ok. Hvað er næst? Þetta er svona rosa góð vinnuhæð fyrir þig, eða ekki, þessi borð? Þessu væli, það er enginn að hlusta það. Ertu sáttu við eitthvað svona? Þetta er bara geggjað. Þetta er bara geggjað. Tókuðu eftir því? Finnst þið klettasald gott? Já. Alltaf þegar ég er að fá með klettasald, þá svona brýt ég það. Sprengir aðeins. Og það er svo gott bragð að klettasaldi. Já. Ég man það líka að ég ætla að nota klettasalat í mína lefsa. Þú ætlar að gera það, já? Þú ert nú alveg. Hva? Viltu meira af þessu? Nei, bara flott. Ertu búinn að setja pensilinn ofan í olíuna? Nei, bara svona. Týndir ekki stærri pensli? Þá höfum við þetta svona. Hvaðan er þetta lamb, segirðu? Er það að norðan? Þetta er að norðan. Þeir voru nú ekki lengi að stökkva á vagninn, vinnur okkar hjá Kjarnafæði, og sendu okkur þetta líka fallega lamb. Inn í, er það ekki líka alveg? Jú. 1, 2 og 7. Já. Þetta skýt lukkar, maður.
Þetta rosa flott. Sérðu það eru verða farin að grána hjá okkur hérna. Kólin á hárin. Hvað ætlum sé mörg tacos? 1, 2, 1 og 1. Þetta helviti gæðilegt. Shit! Þetta heit. Já! Þú sé samt að segja að það væri ekki orðið heitt. Ég? Það ekki bara að setja lampið á. Ég heldur sem að setja lampið á. Hvað þetta er fallegt. Þetta er sturla. Hvað erum við búin að ákveða við ætlum að fara langt? Svona, heldur þetta ekki? Ég dúta mía. Hvað ert þú að fara að gera? Ég ætla að búa til bara eitthvað svona einfalt ferskt salsa. Simple fresh salsa. Já, hvað ert þú að fara að gera? Ég ætla að pikla smá rauðkál. Það er bara easy peasy. Það er bara rauðkál, edik og eplaedik og sykur. Erst þú búin að ákveða hvað þú ert að fara að gera? Hvernig tacoan þín verður þetta? Já, mitt verður með rauðkálinn í botni, lambi on top, Lambi on top. chili mayo Aha. og svo manstu já, eitthvað grænt sem við vantar. Já, þið vantar salat, þú gleymdi því. Er það ekki? Það er fullt af gróður sem hérna, þú bara að fara í göngutúr. Við fyrir með göngutúr, Já. við finnum við þetta. Ég held það nefnilega. Sko, ég er í skítamálum vegna þess að ég held að ég ætti að gera, sko, að quesadilla væri mín, sko. Ég held þú ætla að gera eina sem væri þá með salsanu, Aha. lambinu og svo einhverju svona lime mayo sósu. Hvernig ljóma það? Og koriander. Og kóriander, frönsu kóriander. Ég ætla að hugsa þetta. Já. Ég er ekki alveg búinn að ákveða því, sko, ég er meiri quesadilla maður, sko. En á ekki bara, þú ert ekkert að fara að nota tómata í neitt annað. Nei, Er með að fara bara út í, ég með að bara fara í þetta. þetta er rosalega þægileg vinnuhæð, var ég búinn að nefna það. Þú valdir þetta. Ég stilti það af. Ein spurning, Já. hvenær byrjaði þessi kór? Guð minn almáttur, hvað er ég gamall? Þarf ekki að segja hvað er mörg á síðan. Herðu, það var 25 ára afmælinu mínu sem að fyrsti vísirinn að þessum af Fjallabræðurum var til. Ég er 41 árs núna. Já, Reiknaðu nú. reiknaði nú. Ég meina, það er samt svona Það er slatti. Það er líka bara svona, það gerist þér það ekki í flestu 25 ára afmælum, þá eru stofnaði kallakórar. Jú, þetta er einmitt. Nei, sko, þetta var, ég hélt 25 ára afmælið mitt í Skagafirði hjá henni mömmu á Varmalegg. Og hérna, þeir fóru á svið nokkri félagavinir og sungu 2 lög og voru bara alls ekki góðir, sko. En þetta var fallegt. Já, hugsunum var góð. Já, hugmyndin var góð. Og hérna, ykkur eftir það, þá hitti ég mann sem heitir Ásgeir og við vorum eitthvað að þvælast á Patreksfirði, kringu Sjónvarada og við verðum svona rosa fínir félagar og það urðu til nokkur lög. Já. Og ég segi svona við hann, herðu, hann var nú kannski bara sniðugt að vera með kór í þessu. Og þá segir hann,
ertu með kór? Þannig að ég hringi bara í strákana og þá var bara búinn til kór. Það var bara hringt í strákana, svona bara vinnina frá Flateyri. Bara, herðu, við þurfum að stofna kór, við erum að fara að syngja inn á plötu. Já, hvenær? Já, það er æfing á morgun og við tökum upp á laugardaginn, þannig að þetta var á fimmtudegi. Svo bara einhvern veginn gerðist það að fólki fannst þetta bara góð hugmynd og við skemmtilegir og sem er mjög fyndið vegna þess að það er ekkert rosalega... Ég var ekki byrjaður með það er ekkert rosalega margir í þessum kór sem að líta kannski beint á sig sem söngvara eða... Nei. Bara vinnir að hafa gaman og það kom eitthvað svona tímabil hjá okkur þar sem að við vorum bara að spila bara á okkur svona stórum giggum, þú veist, eins og til dæmis þegar handboltalandsliðið kom hérna heim eftir Peking, Silfurdrengirnir. Já, ég árði það, ég man því. Á daginn, er þetta að fá fjallabræður á Arnar? Ég bara, hæ? Á hverju? Why would you do that? Á hverju það er ekki mig? Og svona eitt leiti öruð, spiliðum á Airwaves og allavega rest is history. Rest is history. Vínberið er að komast eftir. Ég ætla að játa það. Það er alveg sjúklegt. Ætla að segja þetta að kaupa niðurskorinn vínber. Já, þú getur það allavega að farið út í einhvern business. Væntanlega komið að þínu upp á allt í þessari matagerð. Ég er búinn að bíða og bíða. Majónesi. Og þetta er sko seriously good majónes. Já, ætlar að gera þetta kraftilega sprauta þessu eftir. Já, það er akkurat. Er þetta ekki bara fínn sprautupóki? Þetta er geggjað. Húa. Ég ætla nú bara að lauma á mig hérna vestísku vatni. Já. Þú dokkunni? Já, það er svo ábúrslega hlýtt á okkur, maður þarf að vökva sig. Ekki segja mömmu frá því bara? Nei, lofa. Hérna, en svo væntanlega er fólk búið að heyra lagið sem er í þáttunum. Já, hæ vinur minn. Hæ vinur minn. Á skemmtilega vel við. Já. Þá sérstaklega í dag. Rétt, létt klapp á bak. Já. Og í framhaldi... Faðmlagið. Kattið. Nei, rólegur. Hvað hvernig samtur þetta? Sko, ég var staddur á Akureyri. Æðisvallagötu eitthvað. 3. Er það 3? 7. Ekki staðar hana. Niður á Eyri. Já. Og við vorum að fara í afmæli, er það ekki? Eða var þetta bara venjulegt partí? Hjá vinn okkar á Akureyri, sem heitir Andrés. Og mér langaði bara svona að búa til eitthvað lag fyrir hann. Og þetta fættist bara í bílskúrnum hjá honum og ég var í eitthvað svona smá vandræðum með restina af textanum og hringdi hann Magnús Þór, vinn minn, Sigmundsson, og hann dró mig á landi í textanum. Og þetta er bara, Hann kann það. Já, þetta lag er bara, það segir sér, ég ætla að hafa þetta bara svona, það segir sér bara rosalega sjálft. Þetta er bara hvað er gott að eiga góða vini. Svo má kannski fylgja sögunni að þetta sama kvöld, undir seinna kaffi, þá vorum við að elda humar. Rétt. Þegar sólinn var að koma upp. Þegar setjast, ég manna það ekki alveg. Þá sungum við þetta lag alveg út í eitt og þetta lag er orðið alveg 4-5 ára gamalt. Já, passa, það var okkur svolítið. Og af einhverja ástæði hefur það aldrei klárast þegar komið út. Nei. Fyrir en allt í einu þetta tækifæri einhvern veginn. Já, þetta passar. Núna á lagið að koma. Það er staður og stund fyrir allt. Það er staður og stund fyrir allt. Já, ég held að þetta lag var bara að bíða eftir
Þessu, hér og nú. Strákar! Gaman að sjá okkur. Verið hjartalega velkomnir. Það sem er að fara að gerast hérna er nú ekki flókið. Við erum að fara að gefa okkur að éta. Og það er, eins og sjáu, það er hérna... Steini vildi nú meina að þetta væri kjúklingur, hann fannst þetta eitthvað svo lítill. Þetta er ekki lampa vestan, segir hann. Þetta er ekki úr tálknarum, sko. En hérna, það er smá tilraunastarfsemi í gangi hjá okkur. Við erum með við erum að fara að gera tacos. Við erum að fara að leika okkur aðeins með þetta hérna. Það eru 2 tegundir til að byrja með sem við ætlum að gera. Önnur, ef þú fílar ekki kóríander, þá færðu þér ekki taco hjá mér. Nei. Síðan... Geta gekkinni komið og fengið vínber. Og ég ætla að búa til quesadillas líka og eitthvað svona, og þetta verður alls konar. En til að byrja með, þá ætlum við að gera þetta einhvern veginn svona. Þið heyrið að við erum búin að skipulega þetta mjög vel. En áður en við gerum nokkuð, þá ætlum við að syngja afmælisönginn fyrir að Robba. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Róbert. Hann á afmæli í dag. Herru, Hjörtur frændi átti afmæli í gær. Við þurfum að taka það líka. Gísli, nú byrjað þú. Byrjað þú á? Já. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Hjörtur. Ég fæ þessar. Já. Hann á afmæli í dag. Mjög gott. Spilaðu ekki með daginn. Herra Gísli, þú þarft að fara að skera lambið. Já, ég gleymdi því. Víst er að vín á meðal er best að vera, já miklu fremur en flest annað alveg eðal. Svo þú. Brúðkaup eða bless við góðan vín, stöndum saman hvernig sem fer. Bæn og skírn og þá mætum við inn, tökum því sem að höndum ber. Við eigum vini góða, við eigum dætur syni, við eigum börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Þess vegna erum við hér
með mér og ég með þér. Og við eigum Vini góða, dætur syni, börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Láta vaða. Þú með mér og ég með þér. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Sem að framhjá fer, já ég og þú, við eigum sólina, við eigum allt sem hvergi fer, við eigum hafið sem að ströndum okkar ber. Rosalega miklar áhyggjur. Ég var vitni á föstudaginn síðastliðinn að myndavélina hjá N4 bæta rosalega mörgum kíló.